Komið blessuð. Ég finnst alveg ágætt að rétta meðan að ég að opna þetta að þið standið þess upp og þið úr ykkur. Menn búin að sitja þetta í klukkutíma, það ljómandi. Ég skal reyna að móðgast ekki mikið að menn lappa út. Ja, þú varst að sittast, þú bara aðeins að tegja aðeins úr ykkur, þið þurfa aðeins að skerpa gáðunar. Já. Jæja, ég ætla að byrja á þessu. Ég heiti sem sagt Hermann Valsson og ég kennari í Norðlingaskóla. Já, ég meina, þeir sem að sitja eftir, þeir verða öllu fróðari bara. Þið hinn bara missið að þessu, það bara ykkar vandamál, ekki mitt. Heyrði, ég er sem sagt íþróttakennari í Norðlingaskóla. Ég byrjaði að kenna 91, kenna íþróttir nánast stanslaust síðan og stunda þjálfun. Kennandi í Norðlingaskóla, þá helvítið stutt að fara yfir heiðina svo ég að þjálfa á Selfoss eins og þið sjáum það. Ég að fara á Selfoss og eftir. En hvað það? Norðlingaskóli ákvað strax að fara svolítið aðra leið með námsmat. Og við í íþróttadeildinni að við vorum nú, er þetta svona? Heyrðu, ég ætla bara að leyfa ykkur að sjá þessa mynd á meðan. Heyrist í mig þá ég lappa Mér finnst alveg óþolandi að vera frá aftan svona púlt. Við skólinn ákvað strax að fara aðra leiðir í námsmatinu og við erum einstaklingsmiðum frá fyrsta degi. Að vísu verður það að segjast í íþróttirnar að við sátum eftir. Við vissum ekki alveg hvernig við ætlum að gera þetta, við vorum ekki alveg átt og gráði hvað við varum að gera og hvernig við ætlum að fara þetta og hvernig við ósköpunum bara raunum vættum að gera þetta. En fyrir 2 árum voru okkur bara sett stólinn fyrir dyrnar, nú verði þið að vera með. Ok, hvað gerum við þá? Jú, við brutum þetta upp og fórum að gera ákveðnar tilraunir í þessu, hvernig við ætlum að gera þetta. Og við ákvaðum verandi með gamlan struktúr á bakvið okkur að taka hann í raun og veru bara á hendunum, bara einstaklingsmiðin alla leið. Og gerðum það. Við ákvaðum að taka fyrst tilraun með mat á þoli og styrk í unglingadeild. Vegna þess að það svo hlutlægt mat og auðvelt í framkvæmd. Við vorum ekki vissi hvernig þetta átt að vera, eða við erum 3, og ákvaðum, ok, þetta einhver leið. Og einstaklingsmiðurinn alla leið þar að segja, nemendur mínir setja sér sín markmið. Það ekki þannig að þú eigir í 8. bekk að ná 25 arbeigur. Það ekki þetta að ná því. Heldur gerum við þetta þannig að krakkarnir setja sér markmið. Hvar ætlar þú að vera í þessu og þessu og þessu eftir 6 vikur? Það málið. Þarna tókum við 7 greinar í íþróttum og létum þau gera sér markmið. Þau höfðu meira sem við gáðum 3 mánuði. Hvar ætlar þú að vera staðsett eftir 3 mánuði? Þau tóku grunnpróf eða grunnstöðumat. Hvar ég núna? Við síðan útbúum fyrir þau blað sem að þau síðan setja sér þessi markmið. Sjáu þetta? Ok. Hérna sjáu þið að markmið nefnir. Þetta uppi sjáu þið. Þetta svona ákveðna hugmyndir hvar ætlar að vera. Hvað á ég að vera? Hvað þess að tíminn þessu? Hvað
Hér sögðum við krakkar eftir 3 mánuði, þá ætti þið að sýna okkur árangurinn í 3. Einhvers staðar á leiðinni sjáum við að já, auðvitað með þetta. Ég ekki alveg nógu góður í einu. 2 eða 3. Ég má eitthvað. Ég má leggja áherslu. Ekkert mál. Eitt atriði. Það svo leiðilegt. Jæja, ok. Jú, ég er vanur því líka. Ég nefnilega tek þátt í pólitík, Ingimar. Heyrðu, við þannig að, og þau máttu velja 3, við völdum 1 og við völdum alltaf þolprófið. Píptest. Við notum það. Þetta er ekki spurning að prófa sig óvalt, þetta er spurning hvernig þú notar það. Þetta er svo einföld spurning. En við það að gera þetta, þá sáum við dramatískar breytingar í framföru nemenda og ástundun í íþróttum. Dramatískar. Þau sáu það að með því að leggja sig fram í tímum að þá gátu þau náð markmiðum. Þau fundu mun á sér tíma eftir tíma. Og þau náðu öll markmiðum. Þetta var ekkert mál. Þannig kom það út að í staðinn fyrir að segja samrætt próf segir að þú er að geta 25 arbegur og bara því miður líkanleg staða bara gerir ekki ráð fyrir meira heldur en 12. Þá fóru 0. Þá bætir þú úr 3 í 8 og fær bara fínt út úr því. Og það sýnir sig í því að nemendur sem koma næst í þetta, þeir leggja sig bara meira fram. Því að þeir fá einhvern eftir því hvernig þau ná markmiðum sín. Gott og vel. Þá þýðir það önnur krafa á okkur íþróttakennara. Við þurfum að kenna með þetta að setja markmið. Og það er hluti af þessu blaði hérna, þegar þú að skrifa þetta inn, að þá förum við að sjálfsögðu yfir þetta. Og tölum við viðkomandi nemenda ef með þarf, þetta er nú ekki alveg nógu skýrt, við þurfum aðeins að laga þetta til, eða, þetta er nú bara of lítið, þetta er of mikið. Við þurfum aðeins að vera sammála hvert á að fara. Þetta þarf að vera raunhæft, markmiðið er náttúrulega að vera þannig að maður geti náð þeim, eða ekki? Þannig að við erum að reyna að kenna þeim í leiðinni, að setja sér sín markmið, hvar er ég, hvert ætla ég að fara, hvernig get ég náð því. Okkar hlutur í þessu er að leggja fyrir þau þann möguleika að ná markmiðum sín. Þá dettur mönnum í hug einkaþjálfun. Jú, þetta er bara einkaþjálfun. Þetta er einkaþjálfun. Við erum ekki að gera neitt mikið öðruvísi. En fyrra tókum við þol og snerp eins og við sagði, við tókum bara 8. og 9. og 10. bekk. Við þorðum ekki meira. Nú erum við komin í 5. bekk og erum komin í körfubolta, handbolta. Erum að fara núna í 5 leika. Stundu þurfum við rita þetta sérfræðing til að segja hvað stendur þarna. En þetta kemur allt. Og það sem að við sjáum líka með 5. bekkin, hann getur alveg gert þetta. En þetta, eins og þetta er núna, er þetta rosaleg vinna. Þið sjáu blað eins og þetta sem ég var með hérna uppi áðan. Þá erum við með 1 blað per nemenda. Við erum með 500 nemendur í heildina, 300 í eldri deildinni, frá 5. bekk og upp úr. Skólinn er að springa, eða sprungin. Þannig þetta er rosaleg vinna. Að fara yfir þetta allt saman, fáðu í sjálfsmati, fáðu við að fara í mati og svo framvegis
og við með á hausti og vori þá erum við kannski með 4 til 5 blöð undir hjá hverju nemanda. Og þetta hálfgerður kleppur, kemur sér vel að vera með 2163. Ég svara spurningum það á öðrum vettvangi. 2163, bóku 5. Svara því seinna á öðrum vettvangi, en að því að við erum að vinna þetta saman. Það sem við erum hins vegar að gera núna, og þess vegna var ég með símaninn uppi, að við erum að setja allt matið inn á iPad. Þannig að ég get verið með snjallsíma niður í stofu, flett upp á nemandanum og skoða hvaða markmið að setja sig. 8., 9. og 10. bekkur var núna, og núna klára, bara í þessum 12 orðum, klukkan 4, á að vera komið inn hjá þeim markmið þeirra í 5 leikum fyrir næstu 2 mánuði. Þau detta bara inn í Dropbox. Þau gerir þetta sjálf á sínum iPad, þau eru með öll með iPad. Þau henda þessu bara inn, svo bara náum við í þetta. Skoðum þetta. Og hugmyndin að með þessu þá höfum við ennþá betri yfirsýn sjálfum sér, segir sér sjálf. En með þessu viljum við líka kenna þeim á tæknina og við getum notað tæknina og við spörum okkur hellinga vinnu. Tala nú ekki um plássi, sko. Ég er með 10 möppur núna fyrir skrifborðið hjá mér. Þetta getur farið í svona síma. Þarf ekki meir. Eitt af því sem að hjálpar okkur í þessu náttúrulega líka svo staðreynd að við erum að vinna með öðrum aðilar. Ekki skemmtilega að hafa svona mynd. Við erum að vinna með aðila sem heitir Námfús. Við erum svo dekkin í mentor. Og lúxusinn við það sá að hann að þróa sig og leið og við erum að þróa okkur. Við höfum sem sagt áhrif á hvernig þetta lítur út. Og það engin smá munur að fá að vera með því frá upphafi. Í leiðinu og krakkarnir gera markmiðin sín, og það líka hluta því sem við ætlum að gera með iPadinu þegar þetta kemur allt inn, að foreldrarnir geta séð samdægus og krakkarnir setja sér markmið, hvað markmiðið Ég þarf ekkert að vísa í það meira. Það bara á síðunni þeirra. Þetta ekki flókið. Við námsmat get ég vísa hreinlega bara beint tilbaka inn á síðuna. Markmiðsetning nemandans eða barnsins þarna. Námsmatið okkar hér, sjálfsmat nemanda þarna. Þá verður þetta náttúrulega allt annar veruleiki sem við búum við. En eins og þetta stendur núna, þá erum við að vinna þetta út úr pappírunum. Ég reikna nú með að hitt verði komið bara næsta haust. En, eins og ég segi áður, við heldum okkur í þetta. Þannig að allir krakkarnir og vel á minn, copy-paste bannað. Það ekki til neitt sem heitir copy-paste hérna í námsmatinu. Ég get ekki nota neitt á milli. Geta auðvitað, ég má það bara ekki. Þannig að ég þarf að vera með, 500 ritgerðir. Hvernig á einn nemanda. Upplýsingarnar sem foreldrarnir fá eru náttúrulega gríðarlega góðar. Þetta eru miklu meiri upplýsingar heldur en maður hefur gefið hingað til í tölunni 6 eða 7 eða 8. Þetta bara þarna, svart á hvítu, barnið setti sér þessi markmið og þetta útkoman. Og það sem við getum líka gert til að fylgja eftir eins og ég núna. Ég var bara að hugsa þetta núna þegar að Ingimar var að tala um tækniónaslit og þrívítamyndir ónaslit, þá bara kviknaði strax hugmynd. Í staðinn fyrir að vera með eitthvað skriflegt mat einhvern að stökku yfir hest. Ég tek bara vídeó á honum og setja það inn. Gerð svo vel. Þetta vel gert. Svona var það í byrjun og svona það í endan. Þetta ekki flókið.
Þannig að þetta svona það sem að við erum að gera, eins og segir, aðalatriðið við erum að það einstaklingsnámskrá fyrir hvern og einn nemanda. Hann setur sér markmið, hann hefur tíma til að vinna það, við erum leiðbeinendurnir í tímanum. Hver og einn uppsker nákvæmlega eins og hann sáir. Nákvæmlega. Þau bera ábyrgð á náminu og það var svolítið mikilvægt fyrir okkur að sjá það þegar þau fengu að taka ábyrgð á því hversu miklu það munaði. Og tala nú ekki þegar þau fengu að sjá árangurinn sinn. Einhver sem aldrei hafði farið upp fyrir 4 í íþróttum fekk allt í einu 7-5. Vá, býttu, hvað fekk ég 7-5? Frábær frammistaða, þú bætti þig þarna. Þetta allt í stórkostlegu lagi. Einfaldur hlutur eins og þetta hlutlæga mat sem þolprófið. Krakkar sem voru kannski að hætta eftir, hvað maður segja, 1,5 þrep. Ekkert óalgengt í unglingadeildum. Það ekki að þau geti ekki meira. Þetta svona, þetta svona 1,5 þrep, geta að labba heim og kannski í skóla aftur. Það er að hvíla sig. Þetta bara hættu. En nú fenguðu bara að sjá, heyrðu, 4 síðast, 8 núna, ég vil taka 8 þrep. Þau eru komið markmiðið inn, ég sagði markmiðinu, ég ætlaði henni 8. Ok, hlöftu þó þessi 8, getur alveg. Notaðu tíman til að vinna, þá er þetta ekkert vandamál. Og þau finna þetta. Svona er það. Síðan það sem við þurfum að kenna það líka og við höfum lent aðeins í með krakkana er þessi markmiðasetning og það er eitt sem við erum að vinna með núna, þurfum að þróa betur. Ég ber svolítið vonir væntingar sérstaklega svona iPad-væðinguna með það að þau eru ansi ónákvæm í markmiðasetning. Ég ætla að bæta mig í handbolta. Það er fjandi stórt, Hvað ætlar að bæta? Ég ætla bara að bæta mig, bara allt. Ok. Ég hef ekki að bara byrja því að geta kannski gripið bolta á ferð, hlaupa á enda og grípa og svona, byrja því. Já, og svo ætla ég að taka uppstökki og ég ætla að gefa inn á línu og rólegur maður. Þannig að nákvæmnin í markmiðunum þeirra verða að vera aðeins meiri. Það var svona, vandamál sem við rákum okkur á. Þannig að við erum að vinna með það núna og það erum að vonast til að sjá núna hjá unglingunum að það sé svona aðeins meiri nákvæmni. Annað sem við erum líka að þróa núna og vorum að ræða er 1. til 4. bekkur. Hann hefur ekkert verið tekinn inn í þetta. En við sáum daginn fengum við ansi góða hugmynd sem við stálum annars staðar að sjálfsögðu. Við ætlum að síðan að gera svona svolítið á okkar á útverðana. Það eru svona nokkurs konar töflur sem að sýna svona markmiðasetningu í þrepum. Segjum til dæmis Kodnís, bara kemur upp í hugann á mér. Þá erum við með viðkomandi nemandi, hann í 5 leikum koma einhver svona texta niður og meðal annars Kodnís og hann getur ekki, þá gef ég einhvern lit á það, næstu í komið. Og þetta verður inn á síðu barnsins og ég uppfæri þetta vikulega, þannig að foreldrar getur fylgst með því þegar að merkið færist þangað sem það á að vera. Og krakkinn sér það líka. Þannig að hann er alltaf að upplifa einhverja smá sigra í hverju viku. Og þetta er mjög einfalt að gera. Það að fylgja mér? Herru, ég ætla eiginlega bara að bjóða ykkur að spyrja mig, Þetta glærisjó fór alveg fyrir ofangar og neðan, þetta var alveg skelfilegt, En skjótið, já. Kennsla. Já. Ég þannig að krakkarnir með að koma og æfa sig í þeim
Já, ég legg áherslu á fimleikana, ég tek á svolítið markvisst fyrir, við erum að vísa með þann lúxus núna, við erum með 2 klukkutíma undir unglingana, annar er inn í íþróttahúsi, hann verður fimleikar, hinn er úti og þá er ég að nota allt aðra hluti þar. En inni fimleikar, já, við setjum upp salinn, þau fara í þau áhöld, þau tæki, það sem að þau ætla að vinna, við erum þjálfararnir. Var einhver spurning var? Já. Já. Sko það er virkni, mæting og allir sá bakki sko. Hann er inni. Stóra atriðið fyrir okkur er að nemandi fái þá einhvern sem hann á skilið að fá eftir sínu vinnuframlagi. Einstaklingsmiður án aðgreiningar. Já, þetta getur þýtt það. Já, það kemur í matinu. Já, þá fær hann bara einhvern fyrir það sem hann er að gera. Og það kemur alveg fram í umsögninni hvað hann var að gera, hver markmiðin verður og annað slíkt. En það getur þýtt það, já. Og þetta hefur verið undirlanlegt, hvort að þetta sé rétt eða ekki. Mér finnst bara einhvern veginn að sá sem að hefur aldrei upplifað árangur í þessu fær síðan einhverja tölu sem hann á bara kannski skilið að því hann laði svo mikið fram, það er svo hvetjandi. Þannig að mér finnst þetta bara gott í daginn aðeins. Ég fæ svo mikið tilbaka. Já, það er alveg stór möguleiki á því, sko. Já. En það er það sem við þurfum að gera, sko, í umsögninni þarf þetta að koma fram. Hvað við erum að gefa fyrir og hvernig þetta er gert. Hvað er hvernig? Já. Algjörlega, bara dæmi, ég fekk athugasemd frá nemenda sem að fekk 7-5. Hún var, þetta stelpa, rosalega dugleg að vinna í blaki og körfubolta og bætti sig alveg helling. En hún nefndi ekki að gera nokkuð skapaðan hlut í þolinu. Það bara dró hana niður. Hún var óbúðslega sár. Það bara, elskan, þetta bara gengur ekki upp, sko. Hún var nefnilega herri áður, sko. Og bara, hvað varst þú að gera? Varst ekki að gera neitt? Nei, ég var ekki að gera neitt. Okay. Þá skilur við hvað þetta fer. En ég meina, hún er að fá 7-5 sem er bara, mínum að þetta bara ansi fínt í íþróttum, sko. Nei, við í raun og veru erum að detta inn í sko það mat sem hefur verið í skólanum nánast frá upphafi. Við vorum bara miklu seinni, við sáum þetta bara sem einhvern bara Kákasus fjallkar sko, sem við ætlum að leggja í, við vissum ekki alveg hvernig við ætlum að gera þetta. Og við miklum verkefni alveg svakalega fyrir okkur, en þetta er svakalega mikil vinna núna. Námsmatið hjá okkur er rosaleg vinna. Sem betur fyrir erum við saman að vinna þetta. Við getum aðeins svona skipt með okkur verkum, en þetta er svakaleg vinna, en upplýsingarna sem við erum að gefa foreldrum eru þeim betri. Já. Sko, við erum núna með svona ákveðna þróun í gangi í því. Þetta er ekkert alveg tilbúið eins og þú segir, sko. En við erum á þessari leið, þannig að virkni tekur svona mikið, framfarirnar svona mikið og svo framvegis. Þannig að við erum ekki með neitt, sko, þú ert að tala um svona eitthvað bara beinharðan struktúr. Þetta er ekki tilbúið.
við byrjum á þessum núllstöðu nemandans, hvað hann þegar hann byrjar, metum síðan framfæriðnar og við metum framfæriðnar til einhvernar. Þetta með? Þetta er svolítið hérna, ég við ekki fúslega, þetta er hérna. Já. Hérna, þessar hérna, 9. bekkur. Nei. Maður getur spáið það. Ekkert að spáið það. Ég er að segja að ég er ákveðin leið. Hún leiði mig eitthvað. Já, ég meina, bara skjóttu maður, ekkert mál. Ég tek því alveg eins og það er. En við erum að reyna að þróa okkur inn í hana. Hvernig við förum, hér er byrjunin, hvernig leiðan verður, þetta verður inn. En stóra málið er einstaklingsmiðurinn. Ha? Já, við kennum í klukkutíma. Ég hef annan klukkutíma úti. Jú, það er alveg hægt. Ég er rosalega mikið með þolið út af þessu. Það er alleikur og eitthvað svona pínu. Ég meina, þau vinna saman, þau eru að kenna hvort öðru. Við erum þjálfararnir. Þetta er bara eins og að vera að þjálfa í einstaklings, bara að vera bara í beinni þjálfun. Við erum búin að færa ábyrgðin á náminu meira yfir á þau. Við erum búin að kenna þeim leiðina, við erum búin að skýna þeim leiðina sjálfsögðu. Við vorum þitt að taka við og fara leiðina. Þannig að við erum búin að taka ábyrgðin af okkur yfir á þau og þau standa undir þessu. Það er að skemmtilega við það. Fleiri skot? Herri, takk fyrir mig.